Komið heil og sæl og verið velkomin í þáttinn Landsbyggðir. Í þættinum í dag þá ætlum við að ræða aðeins fiskeldi og kannski aðeins nýjar hugmyndir fiskeldi. Það auðvitað búið að ræða töluvert fiskeldi hérna á Íslandi og misjafnar skoðanir manna. Það tekist á byggðaforsendur fyrir fiskeldi, það tekist á náttúruna, lúsina, það að laxar sleppi og bæði náttúruverndarsamtök og veiðifélög sem hafa mótmælt áformum fiskeldi og horfa þar til Noregs meðal annars þar sem að, já svona það kannski ákveðin bitur reynsla, allavega hvað varðar lúsinu, ég held að sé ekki búið að gefa út leyfi þar síðan 2009 ef ég man rétt, ný leyfi þar að segja til eldis. En nú hefur fyrirtæki bæði hefur Arnarlax meðal annars og Fjarðarlax sýnt athygli og vilja gera fiskeldi hér í Eyjafirði og nú það fyrirtæki líka frá Noregi, norskt fyrirtæki sem að Aqua Future sem hefur áhuga á því að kanna möguleikana á fiskeldi hérna og við höfum fengið fulltrúa þess fyrirtæki hingað til okkar. Vertu hjartanlega velkomin. Þakka þér fyrir, takk fyrir að bjóða mér til þín. Já, þá nú væri. Ef við byrjum kannski bara á því, þú ert í rauninni tiltölulega nýkomin til starfa hjá þessu norska eldisfyrirtæki. Já, ég byrjaði þar bara í október í haust og í rauninni með því að það var stofnað íslenskt fyrirtæki sem heitir Aqua Future EHF og í eigu norsks fyrirtækis sem heitir Aqua Design. Og Aqua Design þar sem sagt fyrirtæki, þar hérna hönnunin og liggur þekkingin í þessu nýja kerfi sem við erum að vinna eftir. Hefurðu kynnt þér eitthvað áður en við förum aðeins að því það nú kannski svona stóra máli sem við viljum kannski ræða með þessi hönnun en það náttúrulega mikið gengið á í laxeldi í Noregi og ekki síst hvað varðar lúsina en líka að laxar séu að sleppa og blandast öðrum stofnum, rætt geldislax og svona ýmislegt. Þetta búið að vera allavega miklu svona erfiðara heldur en kannski það svona lítur út allavega í markaðsefninu frá norska villtu laxinu sem lítur alltaf út fyrir að vera biljarslega villtur og já, ofsalega ferskur og flottur og dansar svona ég get líka sýnt þér rosalega flottar myndir af því þegar fiskurinn hjá okkur að dansa og skemmta sér í kvíunum en jú, það alveg rétt að það hafi verið ákveðin vandamál í fiskeldi í Noregi og framan af var mikið það að fiskur slippi. Nú undanfarin svona 4-5 ára að þá framleiðsla á eldislaxi í Noregi svona það bil, hefur staðnað svolítið í það bil 1,2 milljónir tonna á ári sem framleitt og á því tímabili hefur náðst ágætur árangur í því að stoppa það að fiskur sleppur. Auðvitað það alltaf vandamál þegar fiskur sleppur og fer upp í ár og blandast kannski villta laxastofninum. En það sem stærsta vandamálið í fiskeldi í Noregi þessi laxalús. Þetta eru bara nætur, fiskurinn bara geymdur í nótum. Og opinn og hafstraumarnir leika þar og lúsin hefur verið fylgifiskur lax frá örófi alda í þúsundir ára kannski en þegar svona stór bíómassi, maður má kalla þetta þannig, það að safnast saman á eitt stað, þá þessi lús ég hef stundum sagt að þetta sé eins og þegar börnin kom í skólan á haustin. Já, fyrstu fréttir á skólan, skóli settur, lús. Já, og kennararnir ekki með lús, en þegar bíómassin kemur inn í skólan, þá dreifur hún sér og það því sem virðist vera ómögulegt að losna við hana. Og sama vandamáli með laxalúsina. Hún fjölgar sér bara ótrúlega mikið og það sem kannski alvarlegast að hún ótrúlega dugleg við að breyta sér þannig að hún lifir af allar meðhöndlanir. Og
það sem að þess vegna sko meðhöndlun hefur verið alls konar efnanotkun og það er nú farið að minnka það mikið því að lúsin er að mestu ónæm fyrir því og nú er verið að prófa að þvo laxinn, taka hann upp og vaska hann upp úr heitu vatni og þetta er rosalega, já maður verður að segja þetta er stressandi fyrir aumingja laxinn. Og sem veldur því að það er mikið afföll, gríðarlega mikil afföll í hefðbundnu eldi. Það er talað að undanfarin ár í Noregi hafi verið það bil 50 hver lax sem að drefst áður en hann kemst í sláturhúsið. Út af þá lúsinni? Út af meðhöndluninni? Út af meðhöndluninni, já, vegna þess að sko, já, ef hann væri ekki meðhöndlaður til þess að losa hann við lúsina, þá myndi lúsin bara éta hann upp. Já, og sem betur fyrir þess að höfuðlýs ekki alveg svo krafa? Nei, sem betur það er rétt, það væri slæmt ef að lúsin æti börnin okkar. En þetta er stóra vandamáli og sem hefur orðið til þess að það hefur ekki orðið vöxtur í fiskeldi erlendis og í Noregi sem ég þekki svona lítillega til. Og þrátt fyrir það að sko stjórnvöld í Noregi eru með mikil plön um að laxeldi verði nýja olían sko. Já, og bara og verð á laxinn náttúrulega hátt, gríðarlega hátt eldislaxi, jafnvel meðan við villtan þorsk eða ýsu? Já, reyndar, en það er reyndar farið svolítið niður núna undanfarna mánuði. Veistu hvernig hann er meðan við, ég meina segjum okkar íslenska, botfisk? Nei, nú hef ég ekki fylgst með, það eru nokkuð mörg ár síðan ég var í fiskinum hérna heima. Sko. En það talaði að Norðmenn settu gríðarlega mikla markaðspeninga í að markaðssetja laxinn og þetta er, og svo er náttúrulega talað sko annars vegar þessa markaðssetningu og hærra verð en svo líka hreinlega á bara matvæla öryggi heimsins, hversu lengi mannkynið getur fætt sig á villt fiski og hvenær við hreinlega þurfum að gera þetta með fiskinn eins og svínin og kjúklingana? Já, við erum í rauninni byrjuð á því að fiskeldi er náttúrulega ekkert annað en magnframleiðsla og þetta er kannski ekki landbúnaður en þetta er matvælaframleiðsla. Já, kannski sambarlegt á við þessi stóru bú sem að einhverju leyti í staðinn fyrir að sjálfsögðu og nú er farið að tala gríðarlega mikið um fiskvelferð. Að hvernig fiskinum líður, hvernig farið er með fiskinn og það er það sem er sko þessi meðhöndlun til dæmis fyrir lús gerir það verkum að eins og ég segi, hann er gríðarlega afföll. Þú sér það að sko 20%, 15–20% af fiski er dauður áður en hann er tekinn til í framleiðsluferlinu. Ég veit ekki hvort ég má segja það svona í sjónvarpi en Komdu með það. Það væri nú ekki fallegt upplit á fólki ef að bændur kæmust upp með það að drepa 25% af lömbunum? 20% af stofninum sínum, hvort sem það væri í kjúklingaeldi eða svína eða í svona stór eldi. Nei. Enda fiskeldi gríðarlega umdeilt? Fiskeldi er gríðarlega umdeilt, já, og maður heyrir sko að það mengi á við fleiri 100.000 manna borgir og... Já, við sáum það nú hérna, var það ekki Loðnuvinnslan sem að var að til dæmis að álykta gegn fiskeldi þar, einmitt á þeim forsötu að svona eldi geti hreinlega mengað á við, 100.000 manna byggð eða eitthvað? Jú, það er rétt en svo segja aðrir sko að affallið frá laxeldinu sé bara hinn fínasti áburður og það sem að hafi sýnt fram á það að í næringarsnauðum svæðum að þá virki þetta bara sem úrvalsáburður. Já, bara eins og mannaskíturinn, við hendum honum nú bara út í sjó. Já, en hvernig það blandast það saman? Við skjótum hérna því öllu saman út? Já, en sko þá komum við í það sko, tekur sjórinn endalaust við. Já. Ef við tökum bara það að ef við segjum, já, lúsin er ekki vandamál, er það þó svo að þetta sé lífrænt sem kemur út úr fiskinum, er það allt í lagi að henda svona miklu í sjóinn?
Ég veit það ekki og sko ef við horfum svo til þess að svona til umhverfisverndar og þess að hafa góðan hugsa vel náttúruna. Að þá kannski, þá verðum við kannski að láta náttúruna njóta vafans í því að passa það að menga ekki allt of mikið eða vera svona hlutlaus í því sem við nýtum. Og þá komum við kannski að þessari tækni okkar sem við viljum meina að sé umhverfisvænni. Við höldum fiskinn í lokuðum kvíum. Þar sem að við stýrum lífríkinu töluvert. Við tökum sjóinn upp af 25 metra dýpi. Þar sem sko lúsin ekki svo djúpt. Laxinn uppsjávarfiskur. Þannig að lúsin sem lifir á það má segja, hún lifir á laxinum. Þetta sníkjudýr sem lifir á laxi, fiski. Hún þá í efri lögum sjávarins. Þannig að með því að taka upp sjóinn af þessu dýpi þá losnum við lúsina og við hefum sýnt fram á það að á þessum 10 árum sem að þessi kerfi hafi verið í þróun að það þrífst ekki lús. Hún kemur ekki upp og þannig að þetta í rauninni lokuðu rými þó að sé fært upp í þetta í trefjapóki, þetta bara lokaðu trefjapóki sem gerir það verkum að við þurfum að stjórna, við þurfum að hafa straum í þessu, við þurfum að setja inn súrefni og annað en lús þrífst ekki. Það sagt að það hafi fundist ein lús á laxi í þessu og hún í krukku upp á skrifstofu hjá okkur. Já. En það hefur líka verið prófað að setja lax út því að þetta þróunarvinna og það var prófað að setja út lax með lús og það kom í ljós að hún fjölgar sér ekki í kerfinu. Já. Þannig að lúsin sem var á laxinum, hún var þarna og lifði sitt skeið en hún náði nytin sem hún verpir. Hún nær ekki að þroskast og nær ekki að festast á laxinu og við höldum að það sé vegna þess að við erum með stöðuga hringrás í kerfinu og sjórinn endurnýjast á 100 mínútna fresti. Þannig að það er gríðarlega mikið gegnumstreymi í þessu og það virðist vera að lúsin bara skólist út. En nú ímyndar maður sig að það kemur fram svona uppgötvun í rauninni, bara frumkvöðlastarf þar sem hægt að koma í veg fyrir laxalús. Ekki þá allir komnir með þessa típu? Nei. Af hverju ekki? Þeir sem að hönnuðirnir, eða sérstaklega hönnuðurinn sem á hugmyndina sem heitir Anders Næss og er stofnandi Aquadesign. Hann hefur haldið þessu töluvert svona, þetta barnið hans og hefur verið að þróa þetta í þessi, var með hugmyndin í hausnum í einhver ár áður en hann fór að búa til prótótípu og svo í rekstur. Að þetta ennþá á þróunarstigi. Þetta síðustu 2-3 árin hefur þetta verið í rekstri þannig að fiskur sem settur út í lokaðar kvíar komin í sláturstærð núna og það í rauninni fyrsta skiptið í ár sem við slátrum og gerum ráð fyrir að slátra rúmlega 2000 tonnum í ár. Þannig að þetta í rauninni ekkert alveg klárt. Það er búið að sýna fram á að þetta virkar og laxinn þrífst í þessu, við fáum betri gæði, það kemur ekki lús og við höfum sýnt fram á að fiskur sleppur ekki úr þessum kvíum. Auðvitað geta alltaf gerst einhver slys
og komið einhver slys en fiskur hefur ekki sloppið. En hvernig það þá? Þið fáið samt ekki leyfi til að fara í fiskeldi í Noregi? Nei, það eru gríðarlega margir sem það eru stór fyrirtæki og En maður hefði haldið skilja að það er búið að sanna að þessar kvíar, það sleppa ekki fiskur og kom ekki lúsi þar. Af hverju segja Norðmenn þá nei og af hverju ætti Íslendingar að segja já? Norðmenn segja, sko, það í Noregi eins og hér að það eru hagsmunaaðilar. Allstaðar. Allstaðar. Allir að greiða peninga. Og við erum að framleiða 5-6 þúsund tonn en stóri fyrirtækin að framleiða 100.000 tonna og þau hafa stóran og sterkan aðgang að pólitíkinni. Við höfum sótt leyfi, og við höfum fengið svona ákveðin aðgang en ekki eins mikið og við höfum vonast til. Þannig í rauninni bara þetta í rauninni pólitík og pólitíkin eins og ég sagði við. Þetta hljómar svolítið eins og spilling samt í mín eyru. Já, ef að stór laxeldisfyrirtæki komi í veg fyrir að ný með betri þekkingu komist á markað þá heyri ég bara spilling. Já, hagsmunapotspilling, ég ætla ekki að segja hvað en enga síður, þetta... Já, og ég fæ þessa spurningu og mér segja fyrirverandi sjávarútvegsráðherra Þorgerður Katrín spurði akkurat að þessu líka, af hverju fáið þið ekki leyfi og ég bara segi, ég veit það ekki, ég skil það ekki og við skiljum það ekki af hverju við erum höndlaðir á sama hátt. En talandi Þorgerði Katrínu, hún sagði einmitt að í rauninni þar sem hún er að ræða fiskeldi í Eyjafirði að hún efist það að það sé skynsamlegt að fara í aukið laxeldi og að því að það nú kannski í þessu samhengi þegar að vera að tala nýju kvíarnar að þetta sé tækifæri Íslendinga til þess að vera með í ákveðnu frumkvöðlastarfi í laxeldi í heiminum. Það sem að fiskur er hátt og mikil þörf og svo framvegis. En hún segir í rauninni að henni finnist allavega að minnstakosti í þessu viðtali sem að birtist hérna 12. júlí á þessu ári. Hún reyndar ekki ráðherra lengur, það breyti á. 12. júlí það var áður en hún hitti mig. Hún hitti þig. En það breyti því ekki að hún segir eigum við ekki að byggja upp markvissa stefnu í fiskeldismálum og láta það ekki hafa áhrif á okkur þó að það séu gríðarlega margir áhugasamir að í mikilli flýti að hefja fiskeldi við Íslandsstrendur. Algjörlega. Getum við ekki bara tekið þessu rólega, séð hvernig þetta virkar, markað heildræna stefnu eða að því þið til dæmis hefðu alveg áhuga að byrja bara 2019 eða hvað? Já. Það var nú lagt fram búin til stefnumótun fiskeldi sem sjávarútvegsráðherra pantaði og var gerð og hún fékk á haustmánuðum. Þar var talað þar var skautað mjög svona hratt í gegnum og framhjá lúsavandamáli, fannst okkur og að því væri gefinn mjög lítill gaumur og þótti kannski ekkert sérstakt vandamál í sjálfu sér. Þar var mest talað hættunu á því að fiskur slippi og genablöndun og talað fjálglega geldlax sem að væri möguleiki. Já, og það er einmitt oft heyrst þetta. Akkur er það ekki bara með geldlax að ef hann sleppur þá er hann ekki að fjölga sér? Já, það er nú með, það er búið að vera, fiskeldi í stórum stíl er kannski svona 40 ára gamalt fyrirbæri og búið að vera að rannsaka það fram og tilbaka og prófa alls konar hluti og það hefur verið þróaður það sem kallað er þrílitna lax sem ekki er geldur. Hann hefur ekki reynst vel í eldi og er ekki notaður í eldi. Hann er meira útsettur fyrir sjúkdómum og fiskholdið hefur ekki verið af nægilega góðum gæðum, skilst mér. Og vantar sérst bara góða laxapillu? Hugsanlega. Með lykkju, eitthvað? Hugsanlega, já. Og svo náttúrulega
lax, þó að hann sé geldur í opnum kvíum, að þá safnar hann á sig lús. Já. Og svo hefur verið sagt sleppan, að þá það nú með greið að hann veit ekki að hann geldur. Já. Ég hlæ bara. Nei, já. Ég sé mjög myndur. Já, nei. Ég sá allt í einu mjög skrítinn skets, en allt í lagi. Já, allt í lagi með það, en hann gæti átt það til að fara upp í á og taka pláss frá villtalaxinum, þó hann sko búa sér til hreiður eða hvað þeir gera og þannig að hann gæti, þó svo hann sé ekki, komi ekki til með að blanda eða menga villta laxastofnina, þá tekur hann pláss. Já, og stóra vandamálið jú lúsin. En þetta auðvitað bæði mikil pólitík og fólk mjög hrætt og ég finn það alveg hérna á Íslandi og sko nú ferðast töluvert og til dæmis í Kína þar sem að íbúar hreinlega farin að tala, við vilja ekki borða fiskinn úr sjónum við Kína bara út af mengun. Við erum með þessa auðlind hérna sem okkur gríðarlega verðmæt og ég tek alveg undir þær áhyggjur að vera skíthræddur að rugla eitthvað í þessu hreina hafi sem við höfum. Já, þar sko einn hlutur sem við ekki rætt ennþá með kosturinn af þessum lokuðu kvíum það að við tökum út stóran hluta af úrganginum. Já, í kvíun að því þeir eru lokaðar. Já, að því þær eru lokaðar að þá og þá nýtum við það er vendill, það er tappi, má segja, niðri í kvinni og sko við tökum upp vatnið á 4 stöðum og það er hringrás, þannig að sko fóður það sem fiskurinn étur ekki af fóðri og úrgangurinn úr skítur inn. Flyst svona út í hliðarnar á pokanum og fellur niður og þar erum við með gildru og við tökum út alltaf 70% af úrganginum sem þá þungi úrgangurinn, fóðurafgangur og skítur. Við náum ekki svona léttari ögnum sem þvag og eitthvað sem fer út tálkn og annað sem ég kann ekki að nefna. Mér sko frábært samt að einhver hafi pælt í því, hvort það sé hægt að ná í fiskapiss. Já, ég meina, við reynum það líka, við skoðum það líka. Til dæmis verkefni sem að norska dýralæknastofnunin hefur forgöngu fyrir í okkar kerfi, við leggjum þeim til aðstöðuna og leggjum þeim til rannsóknaraðstöðu, þeir vinna verkefnið, að skoða hvað getum við gert til þess að ná upp meiri úrgangi og þá erum við svolítið að skoða samnýtingu svæðana sem við erum með fyrir til dæmis beltisþara sem heitir því fallega nafni á norsku sukertare. Þannig að það er sætuefni. Já, sem svona mótvægis þá. Já, sem að vinnur, nýtur og önnur svona létt úrgangsefni úr sjónum og til vaxtar. Og eins kræklingur, hann getur verið svona hreinsunar efni. Þannig að, og það er verkefni sem að til næstu 5 ára eitthvað svoleiðis og verðmæti kringum 21 milljón norskra króna. Smá klink. Það eru aurar. En svona lokum áður en ég sleppir, ég heyra að við getum talað dálítið mikið meira þetta allt saman. Tíminn að vera búinn, að mínútu eftir ég að segja það, kallinn minn, þetta bara svona. En við erum sem sagt að staðan svo, þið hafið þennan áhuga, þessi staður í Eyjafirði til dæmis talin ákaflega hagkvær. Já. Vegna stöðugleika og svo framvegis. Þetta mikil deila varðandi bæði almenning, sveitarfélög, strax komu athugasemdir við ykkar tillögu frá veiðifélögum, náttúruverndarsamtökum og svo framvegis umhverfisráðherra, vissulega orðin frá náttúruverndarsamtökum. Já, landvernd, já. Frá landvernd. Já, ég hef hitt hann og honum þótti þetta mjög athyglisvert. Já, eins og, já. Og síðan náttúrulega nýr sjávarútvegsráðherra sem að þá tekur við Þorgerði og kannski ekki búin að heyra hvernig þann verður. En ertu bjartsýnn? Þetta hljómar eins og eitthvað sem á eftir að velkjast í kerfinu næstu 10-15 árin, bara svona varaði við?
Já, einhverju fóru nú með köku á Umhverfisstofnun held ég þegar þeir voru að fagna 7 ára afmælisbið eftir úrlausn. Ég held að þeir fjárfestar sem eru í þessu hérna úti séu ekki það þolinmóðir. En við vonumst til þess að þetta nýtt og þetta umhverfisvænna og þetta hlúir að leysir ákveðin vandamál að við fáum gegnumslag. Eitt enn, það talaði mögulega 150 störf, nefndum þau ekki einu sinni. Hvar yrðu þeir staddir? Sko, við eigum Aqua Future EHF á lögheimili á Akureyri. Já, velkomin. Takk fyrir. Og ef við fáum 20.000 tonna, 15 til 20.000 tonna framleiðslu hér á Akureyri þá sækjum við náttúrulega mannaflan hingað. Takk fyrir komuna, það verður spennandi að fylgjast með framhaldinu. Takk að kærlega fyrir. Og með þessu þá ætlum við að ljúka þessari umfjöllun hérna í landsbyggðunum fiskeldi. Ég giska reyndar á að þetta sé ekki síðasta skipti sem við höfum eftir að tala um fiskeldi og við sjáum hvað setur en sjáumst í næstu viku.